Frábær sigur, þú lítur að vera ansi ánægður með þetta. Ég er gríðarlega sáttur og frábær seinni hálfleikur hjá okkur þar sem mér fannst við hafa svona kannski aðeins meiri tök á leiknum heldur en í fyrri hálfleik. Þetta var jafnt í fyrri hálfleik og við byrjuðum betur en svo var afturhaldið betur seinni hlutann af fyrri hálfleikum en síðari hálfleik finnst mér við vera bara hrikalega flottir og voru svona varnarlega betri. Við náðum að stoppa þeirra leiðir upp völlinni sem okkur tókst ekki í fyrri hálfleik. Og svo vorum við betur á boltanum líka, þannig að það hjálpaði mikið. Ég er sérstaklega sáttur með það eftir þið skoruðu, þá voru afturhalding aldrei líklega til þess að jafna leikinn. Nei, ég er gríðarlega sáttur við það. Þeir eiga alltaf að skota mark og eiga einhverja fyrirgjafir og annað slíkt en minna annarkvæmst að vera Viktor sem hirtan eða mínir sterku miðverðir komu þessu í burtu og liðið bara í heild sinni var ósvöldlega vel samstillt á að klára þetta verkefni eftir að staðan var 1-0 og mér fannst við gera óbærslega vel og loka leiknum vel. Framar núna komnir í undanúrslit í bikarnum. Þetta er svona eitthvað sem kannski Framar að líta á sem svona mögulegan titilausa tímabilið. Lítur að vera svona kýtla eins með þetta. Jó, ég held að menn verður kannski ekki horfa langt fram í tíman. Við höldum áfram í deildinni núna og sjáum hvað menn draga upp á pottinum hér og eftir og svo fara menn seinna bara að spá í það hvenær næsti bikarleikur er og hvað andstæðingur verður, það sé heimið úti og allt þetta dæmi sko. Ég held að við bara einn leikur í einu eins og menn segja alltaf. Í dag var þetta mikilvægasti leikur og nú þurfum við bara hugsa Breiðablik á mánudaginn deildin og það er bara næsta verkefni. Ertu með einhvern drauma andstæðing sem þið langar í bikarnum hana? Nei, alls ekki. Þetta er allt lið sem við höfum unnið og við höfum líka tapað fyrir þessu síðustu 2 ár, þannig að bara 50-50. Bikarinn er alltaf skemmtilegur og það eiga allir jafn mikinn séns, þannig að það er alltaf skemmtilega að fá heimaleik en það þarf ekki alltaf að vera betra heldur. Selfossmóið þá svona styttist í að gluggi fara að opna. Maður heyrir nokkur nöfn svona hér og þar. Til dæmis Ægir Jarl og Jón Daði Böðvarsson. Þetta er eitthvað leikmenn sem að Framarar hafa áhuga á? Já, við Framarar við viljum reyna við alla góða fótboltamenn sem hafa losnað og við viljum vissulega reyna að bera víurnar í það en við vitum að það er hörku samkeppni og það eru aðrir klúbbar sem eiga kannski aðeins meiri fjármuni og annað slíkt en við viljum alltaf geta búið þessum leikmennum upp á það því að við erum frábæra aðstöðu, við erum með gott lið sem við erum að byggja upp hérna og við erum á fínum stað í bikarnum og við þurfum að styrkja okkar stöðu deildina áfram og reyna að sýna að við séum allavega þess verður að þessir betri leikmenn sem er að koma hafi áhuga að koma að spila fyrir okkur og við þurfum að reyna öðruvísi að þá koma þessi gæjar ekki þannig að við munum reyna allt sem við getum. Akkurat, hafið einhver samtöl á sér stað við til dæmis Jón Daða? Nei. Ekkert, ok. Takk hérlega fyrir. Takk.